Brennisteinsvetnismengun frá Hellisheiðarvirkjun yfir leyfilegum viðmiðunarmörkum í Hveragerði. Óvíst hvort mengunin skaðleg íbúum þar. Hveragerði inni á því svæði þar sem brennisteinsvetnismengun yfir viðmiðunarmörkum. Orkuveitan hyggst óska eftir undanþágu í nokkur ár frá hertum reglum losun brennisteinsvetnis. Læknar hafa lýst áhyggjum af því að langvarandi brennisteinsvetnismengun frá Hellisheiðarvirkjun geti haft skaðleg áhrif á heilsu fólks. Umhverfisráðherra hefur hert reglur leyfilega losun á brennisteinsvetni og taka þær gildi mitt ár 2014. Við sjáum ekki fram á, þrátt fyrir það að við höfum lagt í það mikla vinnu og mikla peninga, við sjáum ekki fram á að við náum að standast þessi hertu mörk. Bjarni segir óska verið eftir undanþágu til 2019 eða 2020. Tilraunaverkefni í gangi þar sem brennisteinsvetni dælt niður í berglög. Í Háskóla Íslands rannsaka menn áhrif mengunar á Reykvíkinga og Orkuveitan hefur hafið rannsókn á heilsu virkjana starfsmanna. Á ársfundi Orkuveitunnar í dag var sýnt það svæði þar sem brennisteinsvetni fer yfir viðmiðunarmörk og væri þynningarsvæði miðað við útreikninga. Hveragerði inn á þessu svæði. Þynningarsvæði hefur ekki verið skilgreint en föst búseta ekki leyfð á slíkum svæðum og kvaðir á landnotkun. Miðað við þá þekkingu sem við höfum í dag, þá var ekkert að fullyrða að heilsan býði ekki tjón þeirra sem búi innan rauðu línunnar. Það er heldur ekki hægt að fullyrða að fólk beri tjón af. Bæjarstjórn Hveragerðis hyggst beita sér gegn því að Orkuveitan fái undanþágu frá hertum reglum losun brennisteinsvetnis. Hafa verið hagsmuni íbúa á svæðinu í huga. Bæjarstjórinn í Hveragerði segir að ekki komi til greina að Orkuveitan fái undanþágu frá hertum reglum losun brennisteinsvetnis. Flest bendi til þess að Orkuveitan hafi farið of geyst af stað og misreiknað þau áhrif sem virkjanir á Hellisheiði kynnu að hafa á umhverfið. Hveragerði inni á því svæði þar sem brennisteinsvetnismengun frá Hellisheiðarvirkjun yfir viðmiðunarmörkum. Hertar reglur leyfilega losun brennisteinsvetnis taka gildi mitt ár 2014. Orkuveitan hefur unnið að því að þróa mengunarvarnir en nú efast menn þar að lausn finnist fyrir tilsettan tíma. Ég reikna með því að óskum eftir fresti til 2019 eða 2020. Þetta stórt sameiginlegt vandamál og eins og núna horfir að þá þetta brýnasta vandamál jarðhita nýtingar í landinu að leysa þetta. Það alveg ljóst að bæjarstjórn Hveragerðisbæjar og bæjarbúar mun ekki taka því þegjandi ef það verður farið að íhuga það yfirleitt að breyta þeirri reglugerð sem þegar hefur verið sett. Það ástæða fyrir því að hún sett og þessi viðmiðunarmörk með þeim hætti sem þau eru og það ber alltaf að hafa hagsmuni íbúa og fólks í huga þegar að unnið með þeim hætti sem hér gert. Aldís segir að vandamálin sem komið hafa upp vegna virkjana á Hellisheiði, svo sem jarðskjálftarnir sem skóku Hveragerði í fyrra haust, bendi til þess að Orkuveitan hafi misreiknað þau áhrif sem virkjanirnar gætu haft á umhverfið og hreinlega gleymt að taka staðsetninguna með í reikningin. Þær einfaldlega svo nálægt þéttbýlinu, stærsta þéttbýli landsins, höfuðborgarsvæðinu og allt á nálægt okkur hér í Hveragerði, þannig að á því verður auðvitað að taka og við því verður að bregðast.